Jæja, þá höldum við áfram. Við vorum að tala vikudagana í síðasta myndbandsbút, en nú ætlum við að skoða mánaðarheitin. Og áðan sýndi ég ykkur í hinu myndbandinu, þá sýndi ég ykkur almanak. Almanak. Og í almanaki, þar getum við fundið mánuðina. Og við ætlum að fara yfir hvað mánuðirnir heita á íslensku. Nöfnin eru mjög lík því sem þau heita á ensku. Það var ekki þannig. Í gamla daga þá hétu mánuðirnir á íslensku öðrum nöfnum. Og það höfum við til dæmis talað í kennslustundum hér. Að fyrsti mánuðurinn hann hét Þorri. Og svo kom mánuðurinn á eftir. Síðasti dagur Þorra heitir Þorraþræll og þá byrjar nýr mánuður sem heitir Góa. Í dag er hjá okkur núna 23. mars sem er Gói þræll. Það þýðir að það er síðasti dagur Góu og morgun byrjar nýr mánuður sem hét í gamla daga einmánuður. En síðan var mánaðanöfnunum breytt, svo það ætti að vera aðeins auðveldara að læra mánaðarheitin. Því þau eru ekki svo ólík því sem við þekkjum úr mörgum öðrum tungumálum, eins og til dæmis ensku. Fyrsti mánuðurinn heitir janúar. Janúar, January á ensku, svo það er ekki mjög ólíkt. Á íslensku skrifum við alltaf mánaðanöfni með litlum staf. Ekki með stórum staf, heldur með litlum staf. Það er janúar, svo kemur febrúar og mánuðurinn sem er núna heitir mars. Mars. Eftir mars kemur apríl. Apríl. Og eftir apríl kemur maí. Janúar og febrúar og eiginlega mars líka eru vetrarmánuðir á Íslandi. Það er vetur þessa mánuði. Vetur. Það er snjór og það er kalt. Apríl vonum við að eigi að koma vor. Apríl og maí eru vormánuðir. Vormánuðir. Og eftir vorið þá kemur sumarið og þá koma júní, júlí og ágúst. Júní, júlí, ágúst. Það eru sumarmánuðir. Sumar. Og eftir ágúst þá kemur september. Og athugið að við skrifum P en við segjum F. Þó við skrifum september, þá segjum við september. Við lesum þetta eins og F, september. Og eftir september kemur október. Og þó það standi K, október, þá segjum við það meira eins og október. Október. Við segjum ekki október, heldur október. Og svo kemur nóvember. Nóvember. Og svo að lokum desember. September og október eru haustmánuðir. Haust. September og október þá haust.
þá fara laufblöðin að falla af trjánum og þau verða gul og græn, það er að koma haust. Og svo er komin vetur í nóvember og desember. Á Íslandi er veturinn langur, 1, 2, 3, 4, 5 mánuðir að minnstakosti. Sumstaðar út í sveit er veturinn ennþá lengri. En við höfum 2 vormánuði, 3 sumarmánuði og 2 haustmánuði. Það skrifa hérna líka, vetur. Og eins og með vikudagana, þá hefur við söng sem að getur hjálpað okkur að læra og hjálpað okkur að æfa okkur að bera fram. Janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember og desember. Þetta eru mánaðarheitin á íslensku.